Við erum búin að fá henni til okkar í þáttinn, hana Tinnu Hrund Hlynsdóttir, sem þú ert formaður knattspyrnudeildar vestra á Ísafirði. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir. Við erum svona í þessum þætti líka bara aðeins að fara yfir ferðalög, því að ferðalög eins og við vitum eru stór hluti af því að taka þátt í íþróttastarfi og ferðalög á landsbyggðinni höfuðborgarsvæðinu svona 90% tilfella. Í þá átt að við sem búum á landsbyggðinni erum að sækja leiki, mót og annað slíkt á höfuðborgarsvæði. Er þetta ekki alveg sammála þeirri skilgreiningu hjá mér? Þetta svona cirka 90%? Jú, ætli það ekki. Allavega vel ríflega það erum við að sækja aðra leiki annað en hingað. Þannig að það eru nánast hvort sem að sé höfuðborgarsvæði eða eitthvað annað. Þá eru þeir allavega fæstir hér. Nú ætti að því að knattspyrnudeild vestra er með lið í hverjum flokki. Þannig þetta eru vantarlega 6 til 8 eða 10 leikir á sumri, ef ekki fleira á mót og annað slíkt sem þið eru að sækja á höfuðborgarsvæði, ekki rétt? Jú, við erum náttúrulega bara að sækja öll mót, annarkvort bara ekkert endilega bara höfuðborgarsvæði, við fyrir til Vestmannaeyja og við förum á Akureyri og við förum svona þangað sem að okkur langar að fara og getum farið og það er náttúrulega svo erum við náttúrulega með lið á Íslandsmótum og þannig að við erum með lið bara út allt að keppa, allt sumarið og við erum líka að gera þetta á veturnar. Og við eigum náttúrulega engan annan farakost nema að keyra þetta því að flugið er náttúrulega alltaf dýrt og ekkert alltaf hægt að treysta á það bara út af veðri og vindum svona yfir háveturinn en við erum samt að fara á mót yfir vetrartímann og þá er bara verið að keyra bara þetta er náttúrulega 1000 kílómetrar eða svo þegar í bara leik og tilbaka og við leggjum það alveg á okkur, það er bara í góðu lagi og skemmtilegt, en auðvitað er maður náttúrulega oft alveg stressaður að vera að keyra í nóvember eða janúar eða febrúar með fullan bíl af börnum, en það hefur blessunarlega séð bara gengið vel og við höfum ekkert lent í neinu sem að hefur eitthvað verið hægt að tala þetta hefur bara gengið vel og það er náttúrulega bara því að við erum með ótrúlega öfluga foreldra sem eru tilbúnir að keyra af því að við erum ekki að hoppa upp í stóra rútur af því þar þarf meira próf og þannig að þetta er svona, en það sem að kannski geta líka haftrar okkur eða stoppar okkur er að við erum að spila færri leiki en við myndum vilja og við erum að fara á færri mót en við myndum vilja. Þannig að aðstöðumunurinn er þetta talsverð á milli ykkar og þeir sem jafnvel búa á höfuðborgarsvæðinu sem geta þá spila fleiri leiki af því að þetta er stærra upptökusvæði, fleiri félög, styttri vegalengdir oft á tíðum. En hvernig tekst ykkur, af því að nú eins og segja 90% tilfellum er því að fara einhvert, en í 10% tilfellum er því að fá einhver til ykkar. Hvernig gengur það, svona heilt yfir? Að fá fólk til okkar? Já. Mjög oft gengur það mjög vel, bara svo að það sé alveg sagt, en við höfum oft hugsað að hvernig getum við ekki haldið einhver mót eins og aðrir. En það er af því að það er dálítið langt að fara vestur og oft lengra heldur en að fara suður, En við höfum nú samt mjög, bara svona lítið dæmi, þá var Íslandsmót leikur í fyrra og hópur kom úr Reykjavík fljúgandi og átti að fara tilbaka samdægis og það var bara ekki flogið tilbaka og enginn með tannbursta og enginn með neitt af því að þetta átti náttúrulega bara að vera skotúr og maður var svona pínu stressaður yfir í hvernig bara þeir sem fylgdu liðinu og þjálfari og farastjórar og krakkarnir myndu taka þessu og þau voru svo spennt fyrir þessu öll. Þetta var bara ævintýr og bara þjálfarinn á allir til í þetta. Og það svona, maður varð svona svolítið glaður yfir því hvað þau tóku vel í það að þetta var algjört klúður. Það var enga gisting að fá, allt upphantað yfir sumartímann og ekki búið að bóka með fyrirvara. Þannig að þau tóku því ótrúlega vel og það myndi mér svona á að þetta er ekki bara hræðilegt, En þetta eru náttúrulega eins og, þetta eru áskoranir fyrir okkur sem búum á landsbyggðinni að taka á móti félögum. En þegar að félög koma til okkar, þá er það svo ánægð vegna þess að við, nú er ég kannski alhafa, en ég vil meina að við tökum oft miklu betur á móti einstaklingum og liðum sem koma að, heldur en oft er tekið á móti okkur á höfuðborgarsvæðinu. Við erum svolítið duglegir í því að útvega þeim gistingu og annað slíkt, sem við fáum ekki þegar við förum til Reykjavíkur. Já, algjörlega sammála þessu. Já, sem gera líka verkum að við viljum gera vel við þá sem koma, því við vitum hversu þetta er oft ferðalag, þetta er áskoranir
og sérstaklega að lið sem koma að eru náttúrulega að sækja þetta kannski 1-2 á tímabili. Á meðan við erum í, eins og segja, 90% tilfelli erum við að sækja okkur þessa leikið annað. Akkurat. Það bara alveg þannig og auðvitað, þetta nákvæmlega svona. Við viljum taka óbúslega vel á móti okkar gestum og höfum til dæmis margir hverjir verið í Íslandsmóti verið að kaupa drykki og baka og gera og græja fyrir bæði sko heimalið og gesti til þess að fá eftirleiki og svona reynda að gera þetta þannig að minningin bæði okkar iðkenda sé óbúslega góð að þeir sé bara góði gestgjafar og fólk sé að koma og þeir bara sé ógeðslega ánægðir með það hvernig þeir tóku okkar iðkendur hafa tekið á móti sínum gestum og ekki síður að gestirnir upplifi það að það sé vel tekið á móti. En það alveg rétt, við fáum alveg oft símhringingar og ég veit ekki, mér þykir vænt það sko, en það kannski bara því að þetta eitthvað svona, þetta bara pínu öðruvísi kúltúr sko, að fá símtal bara, heyrðu, við erum að koma hérna til 3 daga, getið þið reddað okkur gistingu? En ég sæi það alveg fyrir mér ef við værum að hringja einhvert suður eða einhvert annað og byggjum að láta redda okkur gistingu með 2 daga fyrirvara sko. Það eru ákveðin liðir í Reykjavík sem að bjóða upp á þessa þjónustu sem frábært og hefur reynst okkur mjög vel á því að þetta jú eins og bendir á, þetta ógeðslega dýrt af því að einhvern tímann heyrði það á fjármálaráðstefnu í ISÍ að 60-70% af kostnaði íþróttafélaga á landsbyggðinni væru að fara í ferðalög á meðan að 60-70% kostnaði á liðið annar staðar á höfuðborgarsvæðinu meðal annars að fara í þá önnur útgjöld eins og þjálfaralaun og annað slíkt. Þau sjáu þá aðstöðumuninn sem þarna ríkir á milli. En hvernig heldur þetta verði á næstu komandi? Nú erum við að reyna að vekja svolítið umtal og umræða á þessu þið voru byrjar á þessu svolítið fyrir vestan að vekja umtals á þessu. Norðamenn hafa gert það líka að það að koma út á landi það er ekki lengra að koma til Akureyrar heldur en fyrir okkur þetta Reykjavíkur. Nei. Hvernig heldur þetta verði á næstu árum? Já, ég veit ekki, ég náttúrulega alltaf rosa bjartsýn. Ég trúi bara þetta breytist og það náttúrulega hefur verið í umræðinu núna að lið séu ekki að koma út á land með örstuttum fyrirvara sem náttúrulega virkilega bagalegt þar sem að fólk búið að skipuleggja sumarfríið sitt og allt út frá þeim leikjum sem búið niðurnjörva og þetta ekki einn leikur, þetta snýst ekkert alltaf bara það. Það kannski foreldrar með 4 börn í fótbolta og það þýðir bara 4 mismunandi leikir, 4 mismunandi helgar, virkidaga, tímasetningar. Það verið að púsla öllu sumrinu út frá íþróttum barnanna sinna. Það bara svolítið íslenskt að gera það. Og leið og verið að byrja að hlýra til og færa til og fólk kannski búið að panta gistingu einhvers staðar með fjölskylduna og gera eitthvað úr þessu. Þá fer allt svolítið á annan endan. Það bara hreinlega þannig. Og fyrst og fremst finnst okkur að líka bara vera svona vanvirðing sko, gagnvart bara þeim sem að vinna að þessu, bæði iðkendum og þjálfurum sem eru búnir að skipuleggja sitt sumar líka og svona, en ég trúi samt að það vill enginn hafa þetta svona, hvorki félögin, foreldrarnir, iðkendur sko, þetta bara, ég veit ekki hvort þetta sé hreinlega bara skipulagsleysi stundum, að fólk sé bara ekki tilbúið. Á meðan að við erum kannski búin að bóka okkur leigubíla hálft ár fram í tíman. Og allt niðurnjörvað. Allt niðurnjörvað. Það þarf bara að gera þetta svolítið svoleiðis. En ég bara trúi því að það verði breyting á þessu. Það verði breyting á þessu öllu og alltaf stór partur af því að fara til Akureyrar eða á Húsavík eða Vestmannaeyja eða Reykjavík og keppa fótbolta bara ekkert. Það ekki bara að spila fótbolta sko. Það ferðalagið. Það er ferðalagið. Þau sitja saman þarna í bíl í marga klukkutíma. Við gistum saman einhvers staðar, annarkvort á gistiheimili eða hótelum eða skólum eða hvernig sem það og svo verið að fara í sund og svo verið að fara út að borða og þetta bara svo mikið hópefli í svo langan tíma. Og ég vil meina við sem að græða ofsalega mikið á þessu. Sem að veitir þessum einstaklingu bara mikla gleði inn í lífið. En Tinna, ég veit að þú ert upptengin kona og ert að fara í enn eitt ferðalagi. Já. Og bara þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að fjara þessi yfir þetta með okkur. Við skulum vona að þetta breytist á liti og við skulum að taka okkur svolítið tök í þessu hvort sem það eru við hérna sem búum á landsbyggðinni eða höfuðborgarsvæði. Bara takk kærlega fyrir Tinna mín og góða ferð til Reykjavíkur. Já, takk fyrir. Já, ég bið kærlega heilsa í Íbisafjörðinn.